Ég byrjaði að missa sjónina upp á tvítugt. Var með 100% sjón fyrir það. Fór sem sagt á hálfu ári úr 100% sjón í 5% sjón sem ég er með cirka í dag. Mér finnst mjög gaman á æfingu sko. Ég æfi eins og 4 tíma á dag, þannig að ég finnst það allavega eins og í dag finnst það vera mjög skemmtilegt sko og það veitir mér gleði, en kannski fyrst og fremst er faðir minn sem ég fekk taugaröfnunarsjúkdóm og sem tók hann á 6 árum og hann lét ekkert stoppa sig og hélt alltaf áfram sama hvað í rauninni ekki bjáta á hjá honum sko og var bara alltaf jákvæður og þar held ég taki þetta kannski mest svona, ég segi kannski keppnisskapið og svona ægin í tengt þessu að vera jákvæður sko, að bara þakklátur fyrir það sem maður hefur í dag sko, þrátt fyrir smá hraðindranir sko. Ég fór í heilsunautið fyrir 2,5 ára síðan. Það hentaði vel með aðstæður sko og maður gaman að vinna með fólki og hjálpa því að verða betra. Að komast á Ólympíuleikana væri bara geggjað held ég, að bara vera þarna og bara ná þessu markmiði sem maður hefur sett sér og ég held að það sé bara gæsahúð, það er ekki allir sem komast þangað, þannig að það væri bara, held ég að segja, afrek fyrir sig held ég að ná því sko. Og vera þá fyrsti blindi spretthlauparinn á Íslandi til að gera það væri geggjað.